Nú ætlum við að renna okkur í þriðja hlutan af öðrum kaflanum úr bókinni Mannslíkaminn, en þessi kafli fjallar meltingu og öndun. Það er okkur lífsnauðsynlegt og í raun öllum dýrum að anda. Þessi hestur hérna, hann deyr ef hann fær ekki súrefni. Andrúmsloftið er samsett að mestu leyti úr nitri, það bil 78% og 21% súrefni, þá bara 1% eftir sem er allt hitt. En það er þetta 21% af súrefni sem við þurfum. Og það er okkur nauðsynlegt að fá súrefni til þess að geta brent glúkósanum sem að við fáum með fæðinu og fáum orku. Þetta er okkar leið til þess að fá orku. Þetta ferli sem gerist í frumum líkamans út allt kallast bruni. Og við það þegar glúkósanum er brent, og þetta er stýrt ferli sem gerist í frumunum, þá verður til koltvíoxíð og vatn. Við erum ekkert með þetta koltvíoxíð að gera, þannig að við öndum því bara frá okkur aftur, en svo vill það svo skemmtilega til að plönturnar nýta sér það. En við þennan bruna þá fær líkaminn orku sem hann getur notað til þess að hreyfa sig eða stækka eða hvað annað sem hann þarf að gera. Það eru lungun sem að koma súrefninu yfir í blóðið. Blóðið sér svo að flytja það út allan líkamann þar sem að nota það. Tekur svo við koltvíoxíð í staðinn og flytur það til baka. Sjáum hérna hvernig þetta virkar. Hjartað dælir blóðið til lungnana, þar sækir það súrefni. Það kemur aftur til hjartans, þar sem að hjartað dælir því aftur út til líkamans. Þangað sem á að nota það. Þetta er mjög einfölduð mynd sem sýnir í raun bara blóðrás niður í fót og upp í haus. Í raun er nær blóðrásarkerfi út allan líkamann. Og svona kemur þetta tilbaka og þegar það kemur aftur til hjartans fer það aftur til lungnana þar sem er aftur skiptum. Svona gengur þetta ring eftir ring. Við öndum að okkur inn nef og munn. Loftið fer svo, munnhólið og nefhólið sameinast hérna í kokinu og loftið fer hérna niður. En við viljum að loftið fari niður barkan. Þið munið að maturinn fór niður vélinda hérna megin. Og það er barkaspeltið sem á stjórnar því að þetta fari nú rétta leið. Barkaspeltið lokar ekki fyrir vélindað, því að vélindað er ekki opið munið, það er mjúkt og lokast bara sjálfkrafa. Það opnast ekki nema það kom eitthvað sem að þarf að kyngja niður, þá eru vöðvar sem ýta því niður. Á öðru leyti er vélindað bara lokað. En barkin er opin, þannig að þegar allt er opið þá, og við erum að anda, þá fer loftið niður í lungu. Barkinn skiptist fljótlega í tvennt. Það er einfaldlega vegna þess að það eru 2 lungu. Svo skiptist hann í minni berkjur sem greinast svo yfir í það sem við köllum berklur út í alveg endalaust margar greinar. Þetta er svolítið eins og bara tré, nema þetta er náttúrulega bara öfugt í þetta er loft sem að fer þessar greinar. Og að lokum endar þetta svo í pingu litlum blöðrum sem heita lungnablöður. Það er lítið einhvern veginn svona út og í lungnablöðrunum eru æðar utanum lungnablöðruna. Hver grein endar í svona lungnablöðru og við skulum kíkja á það. Þið sjáu að það kemur loft hérna inn og þetta loft inniheldur súrefni og koltvísýring. Miklu meiri, ef þetta er alveg hreint loft þá inniheldur það miklu meira súrefni heldur en koltvísýring. En það sem að gerist er að það kemur blóð, því að það er dökkrautt, sem inniheldur koltvísýring. Koltvísýringurinn, skulum bara horfa á koltvísýringin í bili, hann kemur hérna inn og af því það er meiri koltvísýringur í blóðinu heldur en hérna fyrir utan, þá fer koltvísýringun úr blóðinu og út, sjáðu, og við öndum þessu svo bara frá okkur. Súrefnið hins vegar kemur inn og af því það vantar súrefni í blóðið, þá fer það yfir í blóðið og svo er það borið á þann stað í líkamannum þar sem það þarf að nota það. Og ef við skoðum þetta saman, þá verður þetta pínuruglinslegt, en við sjáum hvað er að gerast. Og svo eru milljónir svona blaðra í lungunum. Þetta köllum við loftskipti þegar koltvísýringur fer úr blóðinu og súrefni kemur í blóðið í staðinn.
Þegar við tölum eins og ég að tala núna, þá læt ég loft leika raddböndin sem í barkakýlinu neðan við kokið og raddböndin ásamt reyndar munninum og nefinu stjórnaði hvaða hljóð myndast. Karlmenn almennt með dýpri rödd heldur en konur, það einfaldlega af því að barkakýlið stærra og raddböndin stærri og þá geta þau myndað dýpri tóna. En almennt reglan sú að strekt raddbönd gefa svona skæra háa tóna en slög og stór raddbönd þau gefa mjög djúpa tóna. Og þið getið prófa bara að tala með því að halda fyrir nefa okkur, þá verða ákveðin hljóð skrítin. Það eru hljóð þar sem að loftið þarf að fara út nefið til þess að mynda þau hljóð. Eins ef þið prófa að tala með tennurnar saman, býta tönnunum saman, að þá erfitt að mynda söm hljóð því að það mismunandi hvort að tennurnar skipta einhverju máli eða ekki. Og það líka gaman hreinlega bara meðan maður talar að láta höndina eða puttana liggja á barkakýlinu, þá finnur maður barkakýlið titra því það þessi titringur sem að myndar hljóðið. Við þurfum ekkert að muna eftir því sérstaklega að anda, þetta gerist algjörlega sjálfkrafa, eins og þessar kindur hérna sem að hlaupa, það anda bara á þess að hugsa og eftir því sem við reynum meira á okkur, þá kallar líkaminn eftir hraðari öndun, af því hann þarf meira súrefni. Þetta virkar þannig að lungun eru inni í brjóstkassanum að þau soga niður loft eftir því sem að brjóstkassin stækkar, þá stækkar lungun og þá sogast loft niður. Þindin sem þunnur vöðvi undir lungunum, hann hjálpar líka til og í raun anda flestir mest með þindinni nema þeir dragi djúpt, andan sérstaklega djúpt að sér. Og þegar við erum að anda svona bara venjulega, þá þetta það bil hálfur lítir af lofti sem að fer niður í hverri öndun. En við öndum ekkert rosalega oft á mínútu þegar við erum ekki að reyna neitt sérstaklega á okkur. En þá þessu lokið.